Kraftur, stuðningsfélag ungs fólks með krabbamein, stendur nú fyrir átakinu Share Your Scar eða deildu þínu öri. Átakið snýst vitundavakningu allra ungt fólk og krabbamein og bendir á að krabbamein ekki tabú og kemur öllum við. Félagið fékk 10 einstaklinga með sér í lið til að deila sínum örum eftir krabbamein og hvetja fólk til að taka þátt og deila sínum myndum á samfélagsmiðlum. Átakið hefur vakið mikla athygli og þá ekki síst hjá fólki sem ber ör af þessu tagi, en ein þeirra Dórótea Jónsdóttir á Akureyri. Já, ég greinist árið 2003 með brjóstakrabbamein og þá með 1-5 mánaða á brjósti og ég átti 2 ára strák þegar á þessum tímapunkti og og þar var ég að glíma við mjólkurstíflur á þeim eldri. Svo þegar ég byrja með þennan á brjósti þá finn ég að það fyrirferð eins og gæti verið stíflur, mjólkurstíflur, en þær voru bara algjörlega eymslalausar. Að því að Dórótea þekkti af eigin raun sársaukann sem fylgir mjólkurstíflum þá grunaði hana strax að þetta væri eitthvað annað. Hún fór margoft til sérfræðinga en kom alltaf þaðan með ný ráð við stíflunum. Á endanum ráðfærði hún sig við ljósmóður sem beindi hana á leitarstöð Krabbameinsfélagsins. Það náttúrulega þegar maður greinist svona ungur og í þessum aðstæðum þá að sjálfsögðu hefði þetta getað verið mjólkurstíflur. En ég segi fyrir mig að það var þessi vissa að þetta væri öðruvísi heldur en ég þekkti. Og þess vegna finnst mér svo mikilvægt að við konur, við lærum að þekkja okkur, við kynnumst okkur og við vitum hvernig við erum fáum þrimla og allt mögulegt. Og leið og eitthvað fyrir að vera öðruvísi, þá eiga viðvörunarbjöllurnar að kvikna og við að láta skoða okkur, alveg sama hvað Og þetta 2003 sem þú greinist. Hvað þetta síðan langt ferli sem þarna fer í gang eftir að þú greinist? Ég fer sem sagt í lyfjameðferð og brjóstnám og svo aftur í lyfjameðferð og þetta tekur í raun og veru 1,5 ár. Dórótea lýsir því að á meðan á meðferðinni stóð hafi hún verið mjög djúpt sokkin inn í það ferli og verkefni sem krabbameinsmeðferð en eftir að henni var lokið þurfti hún að takast á við sjálfan sig og raunverulega horfast í augu við allt það sem hafði gerst á þessum tíma. Hún fór því að leita sér að greinum og bókum til að styðja sig við en fann einungis efni sem var skrifað af fólki eða fólk sem var látið, fólk sem því miður hafði ekki náð að læknast af krabbameini. Ég þráði eitthvað efni sem að gæti sagt mér hvernig væri lífið að þessu loknu og mér vantaði það til þess að eitthvað haldreipi, bara lífið hinum einn í lagi. Ég ætlaði aldeilis að drífa í þessu, ætlaði að setja mína reynslu á prent, en svo liðu árin og þau liðu og ég var bara búin að pakka öllum dagbókarskrifunum og öllu ofan í kassa og ég var farin að fatta hvers vegna það var enginn búin að skrifa þetta vegna þess að maður svo fegin að vera búinn og laus við þetta að maður bara á fullu að drífa sig áfram í lífinu. Það liðu mörg ár en á endanum opnaði Dórótea kassa minninganna eins og hún kallar það og skrifaði bókina Bleikur barmur sem kom út árið 2012 og fjallar hennar reynslu. Dórótea hefur ekki selt bókina heldur hefur hún verið gefin og henni dreift í gegnum Kraft og ljósið með hjálp fólks og félagasamtaka. En hvernig var að líta ofan í minningakassan og skrifa það sem þar var að finna eftir öll þessi ár? Það var mjög erfitt og já, bara tók virkilega á. En leið og ég var búin að opna gamla fílófaxið sem maður skrifaði einhvern veginn allt í, það var svona biblían að leið og fílófaxið var opnað þá hugsaði ég, já ok, nú ætlum ég bara að taka þetta skrifin lengra og gera það sem ég lofaði sjálfur mér. Og þetta bók sem að sýnir einmitt lífið eftir að þú ert búin að ná bata og þú talar að það hafi vantað. Já. Og það kannski pínlítið hvatinn að þessu verkefni Share Your Scar sem að nú í fullum gangi hérna á Íslandi að einmitt krabbamein og krabbameinsgreining meðferð, þetta ekki alltaf dauðadómur. Nei. Hvernig upplifirðu þessa herferð? Ég held að allir sem sem bera krabbameins að þeir
túlka þetta örugglega á mismunandi hátt. Og fyrst fór ég að hugsa mér fannst pínlítið pressa, á ég að deila mínu öri? Og ég fór í pínulitla sjálfskoðun, nei, treysti mér ekki til þess, ég á úlinga og ég einhvern veginn gat ekki hugsað með það. Og svo fannst mér líka bara þegar ég sá þessa 10 einstaklinga, og þetta er að fyrirmynd átaks frá Danmörku, og svo þegar ég sá þessa einstaklinga sem kom þarna, og hún Ingveldur Geirs sem er svona, ég myndi segja, bara svo flottur fulltrúi okkar brjóstakvennana, að það þarf ekki fleiri myndir þarna inn, sko. En vissulega, sko, reynum við á annan máta að styðja þetta með því að taka þátt og dreifa og því. En ég get alveg trúið því að það verður margar sem að færa í svona vangaveltur, hvort þær þurfa að vera með, hvort þær þurfa að deila við honum. En það verður hver og einu að velja fyrir sig, að sjálfsögðu. En þetta vekur mann líka til umhugsunar. Hvar er maður staddur sjálfur ef maður er ekki tilbúin að sýna myndina sína? Og það held ég sé svolítið hollt. Þetta hreyfir við bæði umhverfinu og okkur sjálfum. Við þurfum að bera út boðskap þess að við séum öll einstök og við berum allskyns ör og við erum misjöfn og við erum alls konar í laginu og eigum bara að fá að vera þannig. Og ég fór að velta þessu akkurat fyrir mér vegna þess að ég stundaði mikið sund og átti náttúrulega litla stráka. Og það að fara í sundlaugarklefann með svona skerta kvennímynd, að vera bara með eitt brjóst, það var gríðarlega stórt skref að stíga og í raun og veru sumar eiga mjög auðvelt með það sem ég tala við, sem að mér finnst frábært. En ég hef alltaf einhvern veginn, ég hef þurft að vera í svo góðu standi sjálf, í svo góðu jafnvægi til þess að mæta því sem maður mætir í búningsklefanum. Getur þú lýst þér fyrir okkur hvað það er sem maður mætir? Eru fordómar eða einhver svona augngotur og annað? Er þetta eitthvað sem raunverulega er grassrænandi? Augngotur, já. Fordómar, ég veit það ekki. Ég held að ég held að þetta sé margþætt. Ég mæti í búningsklefan og ég er með ákveðið viðmót sem að ég kannski vek einhverjar tilfinningar hjá næsta aðila því að hann veit ekki hvernig hann á að bregðast við. Ég er kannski að fela mig og er kannski með hangklæði fyrir framan mig en einhver tekur eftir því og svo er bara spurning, sko, getur maður verið með svona bara loka fyrir og verið í rörsýninni og bara einbeitt sér að sjálfa sér eða er maður að skanna hverjir er að gjóta augum. Þetta er svona pínlítið samspil þarna á milli. Og ég hef lent í allskyns aðstæðum. Þannig að ég held að það sé aðalega þetta, að við þurfum að vera svo bara vinsamlega hvert við annað, einhvern veginn, og taka öllum eins og þeir eru. Alveg sama hvernig þeir eru. En heldur að svona herferð ögri kannski líka ekkert bara staðalímyndum ör og eitthvað slíkt og einhver líti eins og fólk kallar það á líkamannum, heldur líka bara þessum staðalímyndum fegurð, hvað er fallegt og hvað er eðlilegt? Ekki spurning. Allt svona hjálpar til. Allt. Af því að þarna sjáum við, fólk er alls konar og við eigum að mega vera alls konar. Við þurfum ekki að fela okkur ef við pössum ekki inn í staðalímyndina. Finnst þér þetta raunverulega hafa verið tabú? Hefurðu upplifað það að það sé óþægilegt eða skrítið ef þú byrjar að tala um þetta? Krabbamein og ör og... Já. Vill fólk bara ekki vita af þessu? Nei, það veit ekki hvernig það á að byrja að tala um þetta og hvort það megi tala um þetta og svo er líka þeir sem að gangi gegnum þetta, þeir eru líka misgóðir í að vilja tjá sig um þetta. Þetta kemur í framhaldi af fleiri svona herferðum, Fríða Nippul og Ég er ekki tabú sem var varandi geðræna kvilla. Er þetta eitthvað sem er hreinlega bara að heltaka Íslendinga núna, að við eigum öll að vera bara berskjölduð og opinbera okkur algjörlega heldri? En er það ekki einmitt það sem við erum að gera? Við erum að brjóta niður múrana í okkur og í samfélaginu gagnvart okkur og það eru svona minnihlutahópar, misstórir, út allt og ég held að þetta sé einmitt ég held að þetta sé bara frábært í raun og veru. Þetta að breiðast út í fleiri hópa, þunglyndi, geðraskanir, allt mögulegt.
það þetta, við eigum að fá að vera við og vera einstök og fá að njóta okkar eins og við erum. Wipe the miles away. I like to think I can be so willed and never do what you say. I'll never